Það eru þó nokkur ár síðan að ég sagði í fjölmiðlum að það væri engin þörf á því að fækka akrindum á Suðurlandsbrautinni. Vist það búið að minnast á hana hérna. Það er nóg pláss á Suðurlandsbrautinni fyrir borgarlínuna þó að sama tala akrinda verði þar áfram. En það vinna 2400 manns við Suðurlandsbrautina og 2400 manns nánast akkurat fjöldi vinnandi handa í Grindavík áður heldur en að eldsumbrotin hófust. Bara röð framkvæmda skipulags einhvern veginn, allir þeir sem koma að þessu, hvað það sko, einhverjar ákvarðanir sem voru teknar einhvern tímann í fortíðinni eða eitthvað svoleiðis sem að virðast allt í einu vera orðnar óbreytanlegar. Í okkar huga sko, þetta bara einfalt, það bara að menn setjast niður og finna hver lausnin sem að getur gengið upp. Þannig að spurningin ef þið komast í meirihluta, ætlaði að beita ykkur fyrir breytingum á Suðurlandsbrautarskipulaginu. Já, við sjálfstæðismenn höfum frá upphafi lagst gegn fyrirliggjandi deiluskipulagi fyrir Suðurlandsbrautina og bent á hversu slæmar afleiðingar það getur haft auðvitað fyrir umferð en líka fyrir atvinnurekstur á svæðinu. Og svo Sanna, þú segir að þú munir nýta þjónustu og verslun með Suðurlandsbraut meira eftir að borgarlínan komin. Mér þykir leitt að segja það en ég held að þjónusta og verslun sem þar núna verður bara farin ef þetta verður að veruleika.